Sælöldumul Þorsteinn Segðu góðan daginn Já, góðan daginn. Það er nú ekki dagur í okkur. Nei, það er nótt klukkan 1 Já. Við erum aðeins að vinna okkur í hæginn. Já. En segðu mér Þorsteinn, Já. hvernig líður þér? Og þá meina ég, hvernig svona í alvörunni líður þér? Sko, núna núna ert þú eiginlega að spyrja mig að spurningu Já, sem krefst þess að ég svari þér já, einlæglega já. sem að er í rauninni trúnó. Þannig að Ætlar að fara að byrja á trúnó eða? nei, ég ætla ekki að fara að tala um hvernig mér líður. Nei, Í trúnói? nei. Þú sagði mér að ég ætti að byrja þáttinn. Já, Já. og þú byrjar hann Ég á ætla því að að byrja spyrja svona. mig spurningu. Það sjálfsögðu. Þetta er ég fara að taka eitthvað á mig hérna. Sko, daginn Já. þegar þetta er birt. Daginn sem er dagurinn í dag, Já, en er ekki dagurinn sem fólk er að hlusta. Nei, Ok. við getum sagt í dag. Já. Þá þá las ég komment sjálfa mig. Já. Á tveir kallar. Já, ég held, já, þú veist, við erum ofta að byrta sko svona collaborative. Jú. Þannig ég veit ekki hvað hann kommentaði, en allan að vídeo hjá okkur. Já. Og hvort ég get ekki bara fundið það núna. Já. Kannski bara smelliði síðan á Á skjáinn. á skjáinn fyrir fólk sem er að horfa. Þetta komment og það tengist í hvernig mér líður sko nefnilega. Herru, mér sýnist þetta komment vera farið. En ég held ég hann tekið skjáskot. Já. Jú, ég gerði það. Maður sjá, já. Herru, kommentið er semst undir eitthvað vídeo okkur. Já. Og þar kemur einhver Er hann nafnlaus mögulega? sko, Praying Mantis Inspiration. Inspiration. Já, og það er pínu fyndið sko að, ok, allavega hann segir þessi: djöfull er Steini orðinn feitur og agalegt að sjá baugana undir augunum á honum. Minn maður alveg á blússandi lyfjum af einhverjum toga. Já. Agalegt að sjá þetta. Já. Það var svo lyfjafeitur. En það sem að er sko áhverð þarna er að þarna í lýsingu að bæjó á þessum Instagram notanda sem að er með 48 fylgjendur. Ok. Þar er sko lýsingin inspirational quotes, heartfelt messages. Heartfelt message. Já, og já, eitthvað svona from history's greatest minds follow for empathic empowerment. Já. Þetta er gæinn sem að er að kommenta hvað ég sé orðin ógeðslega feitur og aðeins að sjá baugun á mér og ég sé bara orðin, já, lifa feitur. Þetta er nú ekkert svakalega empathetic og heartfelt. Nei, ekkert mjög, sko. En sko, að þú spyrir hvernig líður mér. Já. Og Tókstu þetta inn á þig? sko, nei, sko. Ok, þetta er samhengið. Ok. Ég er nefnilega með svo ofbóðslega internalisaða fytufordóma og svona líkamskomplexa Já, ok. bara síðan úr fótboltanum. Þar sem að þú veist, ég bara já, ég meina menningin er bara þannig í fótboltanum að þú veist, hvað kallinn búin að bæta á sig, þú veist, þá var þú veist, ekkert búin að bæta á sig, skilur það bara, eða kannski var maður búin að bæta eitthvað örlítið á sig eftir jólafrí eða ég veit ekki hvað einu sinni. Og en ekkert sem, þú veist, venjulegt fólk myndi bara sjá íþróttamann, skilur en samt einhvern veginn, þannig að þegar þú ert í þessi 20 ár Já. og átt alltaf einhvern veginn, og krafan er ekki bara á, þú veist, að vera physical, þú veist, fitt og geta gert hluti, heldur líta einhvern veginn ákveðið út. Þá eðlilega held ég held að það sé mjög erfitt að komast hjá þessu, þá verður þetta internalized, þetta bara einhvern veginn, þetta verður hluti af þér, og þrátt fyrir að ok, reyndar núna síðustu 2 mánuði hef ég ekki sko hreyft mig nema bara
lyfta kössum Við erum búin að lyfta mikið. og þvottavélum skilur Já, lyfta þóttavélum. en bara síðan ég hætti fótbolta fyrir, 14 árum eða eitthvað þá hef ég stunda líkamsrækt Já. bara til þess að vera, bara það skiptir máli að hreyfa blóðið og hreyfa sig skilur, þetta er bara það fókusin hefur verið á það en ekki endilega líkamlegt útlit þannig að þrátt fyrir að það hafi alltaf fylgt mér eitthvað svona tengt líkamannum þannig að þú spyrir mig hvernig líður mér að þá svona þegar ég sá þetta komment þá það svona potaði í risa marblett þannig að ekki það þetta komment per se sé eitthvað ó nei hann er að segja þessi feitur og eitthvað, það er bara svona, þetta er svona áminning svona ég er búin að fitna myndi þið á þessa gömlu tíma nei bara og hvernig þú borðið þetta með þér nei bara, og líka bara að því að ég held ég hafi mögulega aldrei verið feitar en ég er í dag nú? Ég held það já, ok og og ég veit það alveg að ég ólíkt, hvað maður að segja mér í gegnum söguna þá er ég komið með smá svona pappabumbu og kannski ekki alveg svona pumpaðar eftir ræktina það er þriggja barna faðir já, en ég er mér líður ekki nógu vel í eigin skinni þegar að ég næ ekki að vera í ræktinni og að hreyfa mig almennilega og eitthvað og þá líður mér bara svona eins og ég sé bara sulta einhvern veginn hjálpa líka haustnum sko líkamsræktin já og ég ætla aðeins að fara lengra með það að ég sann þrái og ég dái og dyrka fólk sem að næra frelsast undan þessum að þetta er ekki bara úr fótboltanum, þetta er auðvitað samfélagslegt líka bara svona við erum með ákveðin viðmið líkama að þá ég bara dyrka gæja sem að eru bara með bumbu og eru bara drull þeir eru bara, skilur við og ég var oft í bumbubolta með gæjum sem voru, feitir en í miklu betra form en ég jafnvel þó að ég væri að æfa mjög mikið og mjög fitt sem sagt sjáanlega þá gáttu við svona hlaupi meira og voru seinna þreyttar en ég betra úthald betra úthald og en voru með mikið utan á sér og voru bara að óna það einhvern veginn þannig ég var alveg til í að vera bara ég segi ekki grátt mér svefn og sé eitthvað alveg ónýtur en þú finnur þetta að hefur smá þetta fær smá á þig ekki endilega kommenti heldur bara að vera í þessum líkam sem ég er í dag mér líður ekki nógu vel með það mér finnst það pínu svona eitthvað svona ég verð að taka mig á átak, nú verð ég að gera eitthvað í þessu þetta líður mér þetta var 8 mínúna svari spurningunni hvað séu gott í dag svona nákvæmlega já, ekki vera að spyrja mig, þú vilt ekki fá svar nei, ég er mjög ánægð með þetta og ég er bara ánægð með að þú geti sagt frá þessu á þessum nótum og já blása það þessu út hætt að halda inn í randanum bara út með þetta svo er líka kækur það er, ég heldur reyndar ég hef alltaf gert það að það er svona að fela hliðarspikið passa það sérstaklega og hvernig felum að það? Þetta meina bara passa að það sé ekki svona bil á milli nei þú hefur alltaf bara verið grannur eða? Ég? Já. Ég er bara með með eitthvað svona fáránlega hröð efnaskipti nei það? Já ég var alveg svona undarlega grannur sem strákur og ég hafði mér þess að bara svolítið áhyggjur af þessu þegar ég var svona ég veit ekki 15, 16 eitthvað bara þú veist hvort þetta væri bara eitthvað svona abnormal að ég var það grannur svo náttúrulega hægist á þessum efnaskiptum með tímanum og ég var svona hvað ætli ég hafi verið gamall ég hef örugglega verið svona svona
82 cirka það var fyrsta skipti sem ég fór í 90 kíló og ég er 1,92 á hæð þannig að 90 kíló er ekki mikið en ég fann að þessi, þetta var svolítið að safnast svona bara á bumbun á mér ekki neðst annars þar þá fór ég í fyrsta skipti eitthvað aðeins að hvort ég ætti kannski að reyfa mér á skatið sko. og já, það hefur verið svona aðeins síðan þá en sko þegar ég var svona fáralega grannur sko, sem svona, hvað segja, 15 ára svo reyndar fór ég sko þá byrjaði ég aðeins að æfa karate að fullins árum? Nei, þegar ég var unglingur sko og hvað sónaði ég út eða misti ég að kapla hana? Ég veit ekki klukkan náttúrulega rúmlega 1 en og það var hann að tímabil þar sem ég var í svona fáránlegu formi ég var alveg bara ég var í sturluðu formi og ég veit ekki hvort að það sé gott af því að ég alltaf að hugsa bara eitthvað gæti verið í sturluðu formi það ekki? Herðu, ég tengi það ekki? Árið 2013 þá hefur þú verið í rugluðu formi þá var ég í besta formi lífsmins eða hvort það var, 2013 og bara eitthvað, þú veist og þá er ég sko búin að vera hættur í fótbolta í 2 ár fór bara í ræktina og var bara eitthvað aldrei verið í betra sko ásýndarlegu formi ég var ekkert í sérstöku formi þannig séð og þá er ég alltaf að meða við þann líkama og þær fatastærðir það er ekki endilega gott að maður sé með það í huga sko Nei, þetta er, þú veist, í alvörinni og hvaða máli skiptir þetta? Þetta er svo fucking pathetic sko komplexar Já, ég meina að maður er í þolanlegu formi og þú veist, líður þokkalega í gegnum amstur dagsins Já, ég meina, getur labbað skiptir nú ekki öllu máli hvort þú sért með og bektið niður og reyna skóna stullaðan kúlrass eða ekki, sko Nei, það er reyndar áhugavert út frá svona kallmennskunni, sko Kúlrass? Já, eða sem sagt hvað maður að segja, að því að sko það hvernig fitusöfnin og líkama á einstaklingum er dálítið líffræðilegt Já, mjög ólíkt milli fólks Já, en sum fitusöfnun telst vera karlmannleg og önnur ekki til dæmis kallar sem að safna fitu á kviðin það er dálítið bara í lagi eða svona bara vera með bumbu bara svona bumbukall einhvern veginn en ef að fitan sko safnast aðalega í brjóstin og kannski á rassin og lærin þá ertu orðin dálítið feminin eitthvað svona peruvöxtur þá eins og maður hafi eitthvað það að segja æskilur þetta er svo, en þetta er náttúrulega þessar samfélagslu hugmyndir við stjórnum þeim ekki en það er líka áhvert að því að ég lifði dálítið á, þú veist hérna er ég að heimsækja bæði hvernig mér líður og svona karlmennskuna og eitthvað ég lifði oft á því að ég væri þó allavega heppin með bara líkamsgerðina mína að þó ég var ekki í formi þá leiti ég oft út fyrir að vera í betra formi en ég væri út af því að ég uppfyllti ákveðna ímynd karlmennsku vegna þess að, þú veist, fitusöfnunum mín og eitthvað svona formleysið það var ekki auðsjáanlegt á tímabili þangað til að viðmið fór að breytast að hérna ég er að heimsækja hérna að á tímabili þá áttu strákar að vera að taka back, þungt í back vera dálítið massaður og svona hvað tekur í back, eitthvað svona og hérna ég var alltaf bara, þú veist, ég tek bara stöngina sko en þú veist, og ég hef alltaf verið með svona svolítið stóran brjóstkassa og bara, þú veist, ég sé á syni mínum, hann er með svona sömu byggingu á brjóstkassa og ég og þú veist, þannig að, já allavega, síðan breytist þetta og spurningin fer að verða sko, hvað ert að beygja þungt? Já, það hendaði þér ekki að vel Nei, þannig að þá svona, heyrðu fokk nú er ég með alltaf stórum brjóstkassa og enga lappir ég er ekki með nógu stóran rass og ekki nógu stór læri það var bara að leggja í allar daga Já, sem ég náttúrulega geri ekki og reyndar, ég reyndi á tímabili en það er
fólk sem hefur reynda, það veit kannski að það er mjög erfitt að stækka á sér eða breyta líkamannum sínum. Það er bara mjög erfitt og ég man ekki hvert ég var að fara með það. Ég með eitt. Já. Sko eitthvað eða? Nei, bara eitt. Ég ætla bara að segja þetta er bara trúnó dagsins. Já. Við erum bara komin í það. Við erum svolítið í trúnó en það er klukkan 1 sko. Já, við byrjum bara trúnó og fyrir með eitthvað eftir. Já, gott. Þetta er gott trúnó. Þetta var samt ekki trúnó sem ég var búin að plana. Nei, þá áttu það bara inn í næsta þetta. Wow! Við erum alltaf að græða. Já. Alltaf að græða. Okay. Sko, ég ég var að segja við á hann sko, að þú spyrja að ég var alveg óheyrilega grannur sem strákur en ég var aldrei í íþróttum sem strákur eins og við komum inn á sko að þú veist, ég var ekki í fótboltanum og fann mig eiginlega ekki dýna einu var reyndar í badmintoni smá tíma kannski 3 ára eða eitthvað, var ágættur í því en þó ég hafi ekki verið að æfa neinar íþróttir þá var ég með fáránlegt úthald bara eitthvað svona erðafræðilegt og ég hef alltaf verið þrjóskur hefur nú komið fram þannig að þegar það var hið margfræga píptest í leikumi þá var ég ekki einn af þeim sem hljóp bara þessa 7 sem þurfti og hætti ég hélt áfram þannig að ég gat ekki meira alvöru? Og ég stútaði öllum þessum fótboltastrákum Nei! Ár eftir ár Í alvöru? Já. Og ég fann að það var farið að pirra þá Já, auðvitað og ég man sérstaklega eftir því að einhvern tímann var þetta gert í eitthvað svona svipatest á svona 400 metrar hlaupring úti ég tók sko marga hringi eftir að allir hinn voru hættir Nei! Og ég var bara einhver lúði Vá, hvað það er merkilegt Ég skil ekki, veist, þetta bara einhvern veginn var hana Shit, hvað er merkilegt Rosa skrítið, engin æfing Nei, vá Svo bara fór þetta Já, fór þetta á endanum skilur Ok Og þú veist, þegar ég er orðin sko, já, allir sig ekki þú veist, ég fer hann í gennum þetta ég fer í badmintonið, ég fer í karate ég verð helviti góður ég verð í ansi góðu formi hana svo kannski svona hvað ætli sé, svona 24-5 þá eiginlega bara fer ég í sama gamla formið sama gamla hérna farið ætla að segja og er ekkert að æfa neitt og ekkert þannig sko og þá fer svona aðeins að bætast á mig og ég hætti að vera í með frábært úthald og allt þetta sko Nefnitt Hérna sko að þú nefnir píptest Já Mér fannst það alltaf svolítið gaman fólk talar þetta bara eins og þetta sé sko þeirra stærsta úr grunnskólagöngu sko. Mér fannst þetta bara gaman Mér sá þetta bara sem mér fannst þetta gaman í prófum líka þannig að kannski ekki alveg að marka mig Já, þú er náttúrulega algjörlega galinn sko en ég reynda var mjög sjaldan eitthvað mjög stressað fyrir prófum en já, með píptesti sko að ég var nú aðeins svona opnaði á ég var aðeins svona hvað ég að segja spila 2 skjöldum segir maður það leiki 2 skjöldum já, eitthvað þannig þú veist, þú var með smá vesen og eitthvað svona og þú ert nú ekki þekktu fyrir að vera með vesen í sinni tíð nei hérna, hvað ætlaði nú að segja já, píptesti ég veit ekki hvort ég hafi nokkuð tíman sagt þetta áður sko, nema bara við Huldu, konuna mína að ég náði metrinu mínu í píptesti í 9. bekk og hérna í 9. bekk fótboltagauður í toppformi herðu, ég er að fara í píptest klukkan 10 morgunin eða eitthvað strákarnir voru að láta riffjúl ganga já, bara hæpa sig upp í þetta herðu, og ég tók bara einhverja 2 riffjúldöflur fyrir þetta hvað er það nákvæmlega? Sko, mér minnir þetta heiti riffjúl þetta er eitthvað svona bara þetta er bara skilt við amfetamín eða eitthvað þetta er bara eitthvað svona bara, þetta var ólöglegt það var einhver sem var að flytja þetta inn og eitthvað svona og hérna, ég myndi síðan þú fórst bara poppaður í píptesti bara alvarlega og bara líka náðu metinu mínu skilur
bara algjörlega gekk fram að mér og ég man að hérna ég feng bara kók, Coca-Cola þar að segja. Ég man sko síðan hérna gerði þetta á hérna tók ég svona töflur á einhverju djammi eitthvað tímann Svona þetta er uppfjöldæmi? Já, bara sömu töflur og bara hjartað ætlaði út úr mér. Já. Og þetta gerði ég bara þegar ég var í 9. bekk. Þá skildur þú af hverju hún náði 17 í pítasti? Já, ég er enda náði síðan bara 13 eða eitthvað sko. Okay. Þannig að, já, þetta er bara svo galið sko, hvað maður er ruglaður eitthvað og hérna, eða ef að segja hvað umhverju getur verið sturlað og hérna og svona kröfurnar og hérna og hvernig maður svona spilar inn í þetta allt. Lífið maður, þú ert bara fann að smjáta á nammi. Þú heyrir alveg í sjálfu þér, eða ekki? Í gegnum þessi heyrnatól. Það verður að vera lífandi. Heyrðu, trúnó er búið? Já, þetta var óvænt trúnó. Óvænt. En hérna, ég var að fara í eitthvað þá. Við ætlum að fara í eitthvað. Eitthvað dagsins ég var búin að ía að því áður að við myndum fara í þetta. Nú, já. Þegar þetta er hugtak sem við tókum allt fram. Manstu hvað það er? Herði, vá, hvað ég spenntur. Manstu hvað það er? Ertu búin að sökka þér í þetta? Aðeins. Manosphere? Yes. Vá. Það er manosphere eða mannkvelið eins og það hefur verið kallað á íslensku sem er ekki vissum að sé gott orð en við eigum bara að nota orðið sem er notað og þetta er komið í einhverjum ferð og við höldum okkur við það. Mannkvelið eða manosphere. Þetta er eitthvað sem við vorum bara að tala um áður og hérna, mér langaði bara að fara aðeins í smá skilgreiningar og pælingar vanandi það. Ok. Manosphere er sem sagt reglífar hugtak yfir netsamfélög sem einkennast af skaleri karlmennsku, karlrembu og andfeminisma. Samfélögin eru til að mynda karlréttinda frumuðir, karlar sem telja sig þvingaða til skýrlífis, kynja aðskilnaðar stefnu sinnar, viðreynslu sérfræðingar og hópar sem berjast fyrir réttindum feðra. Nei! Jú, og núna ætla ég að fara í gegnum þessa hópa. Já. Fyrst það sem ég kallaði karlréttinda frumuði. Já. Hann er að tala um svona men's rights aktivista. Já. Við vitum nokkurn veginn hvaða hópar það, hverslegs hópar það eru. Svo erum við með þessa karla sem telja sig þvingaða til skýrlífis. Það eru hópar sem eru yfirleitt bara kallaðir incels, hefur ekki komið í gott íslenskt hugtak mér að vitandi. Nei. Og mér finnst svolítið hættulegt sko að það er oft talað um þess að incels bara eins og þeir séu eitthvað svona grei. Já. Þetta er bara eitthvað svona tölvulúðar eitthvað grei, en ég held sko af öllum, eftir að ég er búin að lesa svona sökum mér aðeins í þetta, svo er þetta sennilega hættulegast af hópurinn. Já. Þeir, sem sagt, ef hlustendur er ekki með á hreinu, þá er þetta sem sagt menn sem að vilja meina að konur séu grunnhyggnar og hugsi bara um útlit, bæði semst útlit sitt og þá útlit þeirra karlmanna sem að þær kjósa sér. Sama hvort það er sem maka eða til kynlífs. Og þeir vilja meina það að aukið kynjajafnrétti hafi í rauninni eyðilagt kerfi sem tryggði eða hefði tryggt þeim kynlíf og maka. Það hafi alltaf verið svona eitthvað skonar kerfi í gangi og konur séu búin að eyðileggja það. Og þeir ganga út frá þessari statistík, ef statistík má kalla, að í rauninni 80% kvenna laðist að 20% af körlum. Og þá sem sagt séu þeir ekki í þessum 20% eins og bara flestir vantilega eru 80% cirka, ekki þar. Já, nákvæmlega. Já, svona, þú veist, ég er starffræði lærður maður og mér sýnist þetta að vera cirka 80% og þetta eru nefnilega engin grei sko, af því að
í þessum incel samfélögum á netinu þá sko bæði, og þetta rannsakað efni, ég ekki að segja bara eitthvað sem að, þú veist frændiðinn sagði mér, þú veist, þetta bara eitthvað svona, þú veist, það búið að skoða þetta mjög vel, þá bæði algengt að þessi hvatt til sjálfsmorða, sem sagt að incels séu hvattir til sjálfsmorða, og það eru rannsóknir sem sína fylgni þarna, sem sagt hjá þeim sem að í rauninni lenda í þessum hópum, sjúast inn í þessar umræður og sjálfsmorðstíðni, eða morða. Og það hafa komið upp fleiri en 1, fleiri 2, fleiri 3 atvik, ég veit ekki hvað við viljum kalla það, hvort þú kallum það hryðjuverk eða annað, fjöldamorð, þar sem að incels hafa, sem sagt, eru þeir segu. Svo það sem ég sagði hérna kallaði kynja aðskilnaða stefnu sinnar. Þetta er svolítið skrítin hópur. Þetta er sem sagt, þetta er kallað man going their own way. Hefur þú þetta? Já, þetta er svona Andrew Tate tengt. Þetta er svolítið skrítið, sko. Þetta virðast vera sko hópar sem að vilja rauninni bara svolítið skilja kynin að. Og það er meiri að þeir sko hörðustu í þessum hérna, man going their own way pælingum, þeir vilja samfélög sem samanstanda eingöngu af köllum. Já. Ég veit ekki alveg hvernig það samfélag viðheldur sér, en væntanlega eru þá konur eingöngu notaðar til þess að þeir geti fjölga sér, sko. Þannig að þarna erum við ekki komin bara í eitthvað svona Handmaid's Tale meet hérna, ég veit það ekki. Nei, Afganistan á ákveðnum. Ég hef heyrt þetta sko skammstöfunin, hvað hún aftur? Man Going Their Own Way, MGTO2, MG2. Já, allavega. Ég sá þetta eitthvað í tengslum við bara kennsluna, þetta kom eitthvað upp þar. En það var ekki endilega þessi sko skilgreining, þannig að þetta virðist vera sko, skilgreiningin var ekki þarna, því þetta var eitthvað, þeir voru svona eitthvað að henda þessu fram, einhver strákar, þannig að þetta var eins og þetta var einhver svona lífstíll sko. Já, ok. Við skoðum við. Þannig að þú ert að gera eitthvað, eitthvað svona kallalegt sko. Já. Og þá var hashtagið eða merkingin sko þetta. MGTO2. Já. Einmitt. Þetta er svolítið, þú veist, eins og bara aðrir svona hópar, þetta er svolítið að koma í gegnum algoritman, gegnum TikTok og annað í okkar fólk, okkar unga fólk. Herru, svo er það viðreynslu sérfræðingarnir. Já. Þetta eru svo kallar, þú heyrt MUA, MUA, svona make-up artists. Já. Þessir eru kallaðir PUA, eða pick-up artists. Já, einmitt. Við þekkjum nú nokkra svona. Já, mér sérstaklega áhugavert, að ónefndur maður, íslensku maður sét aldrei þarna. Ok, elaborate, hvað erum við að tala um? Hvernig? Nei, bara þetta með, þegar þú veist, pick-up artist, ég ætla bara að hafa þetta, láta liggja hérna með til þetta. Látum þetta liggja, ok. Þetta eru sem sagt menn, kallar, sem sko kenna listina að táldraga konur. Já, nú fattaði ég hvernig við tala um. Ok. Þeir sem sagt, þeir vita hvað konur fíla og þeir telja að það sé hægt að kenna öllum það, til dæmis með að skrifa það bók. Að þetta sé einhvers konar sko svona manipulation, það sé sem sagt, þannig að séu kallar að með brögðum eða með klækjum að næla sér í kynlíf eða maka eftir því sem við á. Þetta er náttúrulega mjög augljóst í svona almennri net yfirferð. Þetta er út allt sko. Og senastu hópurinn eru síðan hópar sem berast fyrir réttindum feðra. Við þekkjum þrónahópa á landinu, við þekkjum hvað við segja, án þess að
og ég bara ítreka, ég er ekki að gera lítið úr raunverulegri tálmun, en við erum að tala um svona tálmunarpappa hópa suma. Daddy 2 var hluti af þessari umræðu og mér er svo magnað að lesa þetta sko, það er svo margt sem að tengir úr íslensku samfélagi sem talar akkurat inn í þetta manósfýr sem að stækka og eflast, en mér finnst líka mjög mikilvægt sko, og þess vegna er kannski gott að sé eitt orð yfir þetta allt saman þetta er svona reglívar hugtak akkurat, að við tökum þetta í samhenginu að því að, og bara því þú nefnir ákveðin svona hóp af köllum sem að telja einhvern veginn brotið á sér og að konur hafa alltaf mikið völd og svona feðrahreyfingar einhverjar að konurnar hafi yfirhöndina og það sé komin tími til þess að berjast gegn því og bara löngu komin tími til þess að berjast gegn því sko og þetta er náttúrulega líka grunnstefið í sko men's rights activist hópunum svona sama og feðrahreyfingarnar að nú datt ég út sko þetta var góð saga það er gott útvarp djöfull er þetta gott útvarp ég held það bara áfram þú lætum við þetta að þú mannst þetta Jesus fucking Christ maður ekki segja svona ljótt þessir hópar þeir samanstanda nánast engungu af körlum kemur kannski ekki óvart en líka strákum þessi karlar og strákar þeir telja að það sko halli á karla í samfélaginu og það sé vegna áhrifa feminisma og að feministar fyrirlíti karlmenn það að verða fyrir þessari uppljómun, það er að segja uppgötva þetta er mjög gjarnan kallað að taka rauðu pilluna take the red pill og reyndar er the red pill mikið notað hjá ýmsum svona samfélögum öfgahægri manna og hópa sem aðhyllast hvíta kynþáttahyggju sem að tengist akkurat. Sem er óheppileg tenging en er augljós tenging og þetta rýmar allt saman og þeir vilja meina að við séum bara kindurnar sem að tóku bláu pilluna og skiljum ekki hvernig heimurinn virkar og við sjáum ekki þann raunverulega heim þar sem að karlar eru háðir duttlungum kvenna og hvort sem að það er sko félagslega eða kynferðislega eða efnahagslega það sé í rauninni konunnar sem að stjórna þessu öll saman þessi samfélag þau beita svona gervivísindum eða pseudoscience til þess að sýna fram á meinta yfirburði karla og þeir beita hatursfullri og ofbeldisfullri orðræðu sem að getur leitt til voðaverka eins og ég kom aðeins inn á áðan með bara hræðilegum mannskæðum afleiðingum líklega byrjar þessi hreyfing á internetinu í kringum 2008 og hún ásamt rætur sínar í alveg 8. áratugnum eins og þetta Men Going Their Own Way það er svolítið gamlar rætur og líka men's rights activists eða svona, karlréttinda frömuðir þeir koma í rauninu upp í, nú þekkið þú þetta betur en ég er það önnur bylgja feminismans sem er að eiga sér stað þarna á svona 80s, 70s, 80s eða? Já, svona 60s ok, þannig að þetta er svolítið tengt því sko þessu fylgir samkvæmt rannsóknum mjög oft lágt sjálfstraust menn sem hafa orðið fyrir höfnun eiga að einhverju leiti erfitt uppdráttar hafa í mjög mörgum tilfellum nú segir einhver mentasnopp sko en hafa í mjög mörgum tilfellum átt erfitt í skóla hafa fengið lágar einhvernir, hafa ekki verið góðir á bókina þetta er oft svolítið sko, þetta er mikið crossover við svona hið víðara
öfgahægri eða því víðara hægri eins og við komum að sinna á hann og það sem kannski áhugavert að pæli sko að þetta blæðir svolítið út úr þessum lokuðu nethópum sem manusfyrir var og var alltaf bara þangað til frekar nýlega það blæðir svolítið yfir í meginstraumsmiðlana og það á sér líklega upphaf með bara áhrifavöldum á Instagram og öðru og þetta ekki lengur bara eitthvað svona dimmur staður á internetinu. Nei. Þetta bara komið í fréttir, í bara eitthvað vinsæll tónlistarmaður að segja eitthvað á þessum nótum algoritmin sem að unglingandir okkar og líka bara við sem við eldri erum mötuð af hann spilar gífulega inn á þetta og við þekkjum þetta alveg, þú ferð inn á eitthvað eitt, skoðar eitthvað bara heyrðu, rosalega þetta skrítið og þá bara næstu dag ertu bara endalaust að fá svipað efni og það að þetta rosalega mikið dulbúið sem einhvers konar sjálfsbetrun þannig næst sko unga fólki svolítið inn, ungu strákanir þetta svona dulbúin sjálfsbetrun eins og þetta sé einhvers konar svona self-improvement akkurat og þannig að ástæðan fyrir því að fólk meira að tala manósfér, þú veist, það er ekki mörg ár síðan maður heyrði þetta hugtak bara fyrst, eða þú veist, ég að tala fyrir mig að því að áður fyrir þá var þetta eiginlega bara lokaðir, dimmir staðir á internetinu og það voru kannski bara nokkrir félagsfræðingar eða þú veist, sérfræðingar á þessum sviðum sem voru svona að rannsaka þetta núna er þetta bara að springa út, núna er þetta bara komið út allt og þetta helst bara í hendur við eins og þú nefndir hann að nafn áðan, Sargi Tate eða Andrew Tate við erum með það, við erum með Jordan Peterson hann er sko einn af þeim sem hefur krútað flesta með sínum með sinni framgangu svo getum við bara að tala um Trump og Elon Musk og allt þetta dæmi sem er í gangi algjörlega beintengt algjörlega og þú veist, við sjáum bara og allt saman talar þetta náttúrulega inn í þetta grunnstef þessara hreyfinga allra í mannsfyrinu, mannkvelvinu sko að strákar hafi glemst eða kallar séu einhvern veginn kúaðir að það séu rauninni verið einhvern veginn að svona skerða rétt þeirra eða tilvist og í rauninni eins og ég túlkaði bara þetta entitlement sko og það sem var mjög áhugavert og ég hef þetta eftir Maríu Hjálmtís samkennara mínum sem að er sennilega ein víðlesnasta kona sem ég þekki hún er alltaf að lesa bækur það er bara, ég bara skil ekki hún er líka alltaf í góða hirðinum að finna eitthvað svona gamalt stöf og svo les hún endalaust á bókum og hún sagði sko upprunni skátarhefingarinnar veistu hvers vegna skátarhefingin var stofnuð? Hvers vegna? Já, bara... ég veit þetta er eitthvað svona kristin hópur til að byrja með sko já, þess að bara tilgangurinn þetta var svona svar við einhverju mér finnst ég að heyrt, varst þú mögulega að tala um þetta eitthvað? Gæti verið mér finnst ég að heyrt þetta en ég man þetta ekki þetta voru semst áhugjur af því að það væri búið að vega svo mikið að kallmennskunni þetta var áttu svona að endurreisa kallmennskuna við erum að tala um skátunum voru stofnar í kringu 1900 sko þannig að og það er náttúrulega líka það sem allar þessar mennsfyrir, þú veist, eiga sameiginlegt það er bara hvað með strákana og ég meina í sko karlafræðunum að þá er til fyrirbæri sem er kallað drengjaorðræðan og eða poor boys orðræðan og það er orðræð sem hefur bara verið síðan í mitt úr annari bylgju feminismans, þú veist, hvað með strákana við erum ekkert að tala um strákunum búin að gleyma strákunum á sama tíma og það er alltaf verið að tala um strákana í skólakerfinu
æskilur, þannig að þetta tilfinningin þarna og það eitthvað sem að nærir hana að, þú veist, það hópur drengja sem að einhvern veginn út undan eða útskúfaðir eða hafa orðið fyrir einhverjum áföllum já. Eitthvað, þannig að þú veist, það eitthvað sem að nærir þetta eðlilega og svo erum við með allt hitt líka sem að magnar það upp þá ég að tala bara, þú veist, feðraveldi sem ég má ekki tala í þessum þáttum bannorð og svo frammeins, en að því þú nefnir sko, hvernig þetta verður mainstreams og það alveg rannsóknir sem að hafa skoðað það já. Að inselið sem að var kannski heitt 2010, 11, 12 eitthvað svo leiðis einmitt algjörlega einangrað að það fer að leka inn í og þetta áströlsk rannsókn frá 2019-20 Þú varst ekki undirbúið eitthvað, manstu þetta bara? Já, þú veist, ég kynjafræðingur já. Ég skoða svona kallmennskur rannsóknir En þú gleymir hlutum sem við vorum að tala fyrir 12 mínútum Já, nema ég hafi mjög mikið áhuga á því okay. Allavega, það rannsókn og hún semst sýnir bara fram á og það svo merkilegt að ég fann það á eigin skinni okay. Semst rannsóknir sýnir að með tilkomu og svona útbreiðslu Reddit, YouTube og svo síðar TikTok að þá lag orðraðan sem var lokuð inn í afmörkum hópum, hún lag þarna inn akkurat. Og svo kemur Andrew Tate skilurðu og talar inn í og bara þennan hóp og það búið að leggja alla leiðslurnar það eru tilbúnar og hann kemur og bara blæsið út og við sjáum bara, við erum að glíma við þessar afleiðingar Jordan Peterson maður við erum að glíma við þetta en já, ég ætla að segja að því að ég fann þetta á einn skinni að því ég byrja að flytja fyrirlestra fyrir unga stráka 2018 Andrew Tate kemur hérna 2019 minni mig rétt áður þá fann ég semast, ég fer vorið eða haustið fullt af skólum tala kallmennsku hugmyndir og bara allir strákar sem ég hitti bara, og ég fullir að þeir eru allir eitthvað svona þeir höfðu ekki heyrt svona áður þú veist, þeir höfðu ekki fengið svona þú veist, kallmennskan, þú veist, hún bitnar á okkur og kallmennsku hugmyndirnar og bara þessi umráð, þeir voru svona, já, vá, þetta áhugavert strákar og unglingadeild bara allt land, þá var sama viðbragðið, það var svona þetta var eitthvað nýtt, þetta var eitthvað öðruvísi herru, vó, hvað er þetta? Við erum að tala nokkrum mánuðum setna fer ég aftur, ekkert endalega sömu staði og viðbragðið er allt annað það miklu meira pushback það allt unnur orðræða það eru svona meira að vera að challengea þig miklu meira og svo kemur þessi rannsókn sem að sýnir að hvernig orðræðan lag inn í mainströmmin og varð útbreitt og Andrew Tate og svo framvegis maður það bara svo áhört að því ég fann þetta svo skýrt og allt fólkjörinu sem vinnum með ungu fólki það fann þennan mikla viðsnúning og þú veist, 2025 við erum bara að súpa segið ennþá af þessu þú veist, þetta bara ennþá að vaksa það akkurat þarna sem ég hætti að vinna með unglingum sko. Þannig að ég þekki þetta í rauninni ekki nema bara í gegnum þú veist, bönni mín sko eða, já, unglingsdóttur sko en já, ég hætti sko 2018 Já, einmitt. Það verður eitthvað major twist þarna, lok 18 þá hætti ég að kenna lok 18, byrjun 19 þá verður bara eitthvað rosa twist og og ég meina, svo þegar Andrew Tate er svona risa stór og ég að flytja fyrirlestur kallmennsku, skilur, sem er algjörlega undur með Andrew Tate og hvað þá þegar ég og Solborg sem var með fáiðar, vorum saman að þá stundum fórum við inn í að gaggrina Andrew Tate ekkert endilega með því að nefna hann nafn en stundum gerum við það og það var já, bara sem ég man núna og bara sé svona myndrænt, það er í allaveg 2 skipti og það var örugglega verið oftar þar sem að strákar gengu út stóðu upp og gengu út til í gaggrindi hugmyndir hugmyndir Andrew Tate og hvað þá þegar við nefndum hann á nafn sem dæmi skaðlega kallmennsku og hættulega orðræði það var bara eitthvað það var bara kliður
en svo algjörlega þagnaði það þegar hann var hérna handtekinn og eitthvað sko Já. Áhugavert Já, en núna laus Já, Trump er búin að frelsa hann Já. En þú veist Ótrúlega tilhörun Shit, Ég held að hann var að reyna að flytja fólk úr landi ekki flytja fólk inn í landi sitt Já, bara Útlendinga, bara, útlendinga bara glæpamenn sko Já. Það er hérna Það er bara þannig Herðu, það er komið að þessu Yes sir Þú ætlum að kjósa hérna einn hlustanda til að vera hlustanda dagsins Það er svo geggjað Nú dreif með hann Já, Nú kemur svona þvílið moment Spennan er ótrúlega Nei, hvað er ríkjum? Rísa mið Þetta er 20 mínúna verkefni Þetta ertu með tíma, ég er með tíma Þú ert með tíma, þú tímavörður Hvað gerir ég? Erum við bara að hækka með músikinni? Þarna, kom með það Herðu Jésús, klukkan var 1:30 nótt Hvað er að gera við líf okkar? Stopwatch, mættur Herðu Þetta er nú eiginlega Þetta er eiginlega fáralegt sko Nei Ég ætla að fjalla bara það sem við vorum að tala Já, það er svolítið oft hannig Það er skemmtilegt Mætti aldrei þetta væri planað en þetta er ekki planað Þetta er ekki planað, hérna stendur Og undir þetta skrifar móðir drengs Já, takk fyrir Þú vildi ekki láta nafnsins getið Sem við virðum á sjálfsögðu Ef fólk vil senda okkur, það er kannski ágætt að taka það fram Já Ef þið vil senda okkur, þið getur bara notað hérna, enga skilabóðin á Instagram Senda á 2 kalla og það væri rosa fínt að þið skrifi undir bara hvort þið viljið að nafnið ykkar sé sett undir þetta eða ekki og ef ekki, þú veist, komið þá bara með eitthvað eins og þetta móðir drengs eða miðaldra húsmóðir í Hlíðunum eða þú veist, whatever Þið eru báðir að ala upp stráka það er rétt Hverju hafið þið áhyggjur af? Hvernig er staðan miða við það þegar þið voruð að alast upp þegar kemur að karlmennsku hugmyndum í umhverfi drengja Tíminn er farin að stað Heyrðu hvernig þinn músikinn breytist Þetta er geðveikt Mætti halda að vera með einhverja post-production hérna Hverju höfum við áhyggjur af? Hvernig er staðan miða við það sem var þegar að við vorum að alast upp? Sko ég er náttúrulega Þú er með unglingspilt Ég er með 5 ára pilt Já Þannig að það er kannski ekki alveg það sama En við erum vissilega báðir alveg stráka Já, sko Hvað, þú veist almennt, við náttúrulega erum búnir að svolítið að svona fara yfir sviðið og hérna, það er að segja umhverfi og svona áhættu orðræða í umhverfi ungra drengja í dag og hvaðan er haldið mikið að þeim í gegnum algoritmana og já, bara þeirra umhverfi bæði í neti og utan nets Já, akkurat, og ég hef svolítið svona verið að hlera hérna son minn og svona algoritman hans á TikTok og eitthvað Já. Og ég hef ekki séð að hann sé að sagt, fá mikið af þessu stöfi sem við vorum að tala um blessunarlega en vissulega er hann að hérna horfa á eitthvað svona tölvuleikja gauðra og eitthvað sko, það sem ég hef áhyggjur af er náttúrulega í fyrsta lagi að hérna ok, það sem að ég hef áhyggjur af er hreinlega að hann læri ekki að virða mörk í alvörinni að hérna og þess vegna höfum við mjög mikið Ég ætlaði að fara að tala um akkurat þetta sko. Já, mjög mikið verið að tala um bara svona og bara lengi, þú veist, bara hvað eru mörk og hérna bara svona samskiptum og hérna og það skipti máli að hérna segja hlutina hreint út og vera vissum og þá bara tengt líka vinahópnum, þú veist, þeir allir að fíla grín sem er í gangi, þú veist, og þegar honum eru mislíka eitthvað, þú veist, talar það þetta allt er forvörd gegn til dæmis kynferðisofbeldi þó við séum ekkert að tala um kynlíf skilurðu, þannig að ég hef í alvörinu áhyggjur af því að hérna bara hann fari yfir mörk og þarf að segja brjóti bara á einhverjum af því að það er bara það útbreytt og normalisera annað sem ég hef áhyggjur af er hreinlega bara að hann hafi ekki
áhugamál eða eitthvað við að vera þú veist, sérstaklega þess þegar fótboltinn kannski feitar aðeins út hjá honum, hann var mikið í fótbolta þú veist, þá náttúrulega hafði líka áhyggjur af, þú veist, menningun í fótboltanum en síðan þegar hann er að feita úr fótboltanum þá hef ég áhyggjur af því, þú veist, að hann finni sér ekki, hvað ég segja hillu, já, af því að það skiptir máli að vera í skipulegum frístundum, skiptir máli að vera eitthvað þannig, en hann er í góðum vinahópi þannig að, og að góða vinni, þannig ég hef ekki áhyggjur þar en þú með 5 ára? Sko ég einhvern veginn mér finnst, ég hugsa oft þetta sko hvað, við erum alltaf að sko kenna stelpunum okkar að passa sig en við erum ekki að kenna strákanum okkar að gera ekki hluti sem krefast þess að stelpur þurfa alltaf að vera að passa sig Akkurat. Þú veist, ég er ofta í einhvern þannig pælingum hann er alltaf bara 5 ára en þú veist, ég veit að ég mun vera svolítið að tala þessum nótum þegar hann verður eldri þú veist, við þurfum svolítið að venjuvæða eða normalisera þetta, að það sé líka verið að tala svolítið við og ég er ekki að segja að þetta, þú veist, allir strákar séu líklegir til að gera hitt og þetta og kalla séu hræðilega en eitt þannig. Það sem ég bara að segja er að það er að tala við gerendahóp, það er að tala við mögulega gerendur. Þá ekki endalaust að vera að fókusa á þolendur eða mögulega þolendur og að þeir þurfa að passa sig á gerendunum. Akkurat. Þegar við erum að ala upp fólkið sem síðan á endanum brýtur af sér. Virðir ekki mörg. Líka því að það vill enginn vera vondur. Nei. Það vill enginn brjóta, eða ekki enginn, það vilja fæstir. Nánast enginn. Já. Og það er bara svo oft þannig í þessum, ef að segja, kynferðisbrotamálum að það er hjá ungu fólki og það er þetta svona óafvitandi. Já, einmitt. Og það er bara einfallega skortur á fræðslu og samtali. Já. Og við getum svo sannlega gert það sem feður drengja. Sem feður og foreldrar. Og það er ekki að vinna gegn lífsgæðum eða heilsu drengja, heldur þvert á móti. Sammála, tíminn er búinn. Já. Takk fyrir í dag. Þetta var... Eigum að fara heim að sofa, hún er að vera 2. Nei, ég get ekki verið að sofa núna. Eða taka 1 á viðbót. Það er ekki bara 2 í viðbót. Já.